Við ætlum að fara í orðið hér í dag og mig langar að halda áfram að tala þá vegferð sem að byrjar þegar við tökum á móti Jesú Kristi sem okkar persónulega frelsara. Og Biblían kennir okkur að för Ísraelsmanna úr Egyptalandi inn í Kanasland andleg mynd fyrir okkur í dag. Við getum speglað okkur í þessari frásögn það hvernig við eigum að haga okkur bæði sem kristi fólk. Við eigum að nota til dæmis það sem að þau klikkuð á sem víti til varnaðar og við getum lært heilmikið af þessari frásögn og það stendur einmitt í fyrra Korintubrefi, mér minnir að það sé 15. kafla og þá talað einmitt þetta hvað þessi frásögn, hún okkur til varnaðar. Sérstaklega þegar tíminn færist nær og Jesú Kristur, hann mun koma aftur og við finnum það að við lifum á svolítið sérstökum tímum þar sem afar margir spádómar að rætast. Þannig að við höllum að skoða frásögn það hvað það mikilvægt, vinir, að við ekki bara heyrendur orðsins eins og Gunnar fór aðeins inn á hérna áðan, heldur líka vera gjörendur. Og við vitum það að Ísraelsmenn voru 400 ár í Egyptalandi. Þeir voru þrælar. Og með sama hætti að þá talar Guð okkur þegar við ekki orðin börn Guðs, þá við þrælar. Og þið geti kannski hugsað þrælar. Við erum ekki þrælar. Jú, ritningin kennir að við erum þrælar þess sem við biðum ósigur fyrir. Og það getur verið mismunandi á milli okkar. Sumir biðja ósigur fyrir fíkniefnum, fyrir drykkju, aðrir biðja ósigur fyrir kynlífi utan hjónabands og svo framvegis. Það til alls konar syndir og það mismunandi hvað það sem að þú getur beðið ósigur fyrir. En það sem að Guð vill gera við okkur, hann vill taka okkur úr Egyptalandi. Og hann vill hjálpa okkur að komast inn í Kanasland. Og í Nýja testamentinu, þá þetta talað þetta með þessum hætti, í Jóhannesi 10:10, þjófurinn kemur ekki til nema stela, slátra og eyða. En ég, segir Jesús, komin til þess að þér hafi líf í fyllstu gnægð. Og vinir, óvinurinn vill að þú fara aftur í Egyptaland. Óvinurinn vill sjá þig sem þræl í Egyptalandi. Hann vill ekki sjá þig vegna vel. Hann vill að þú í rauninni fara aftur tilbaka. En það sem að Guð hefur fyrir okkur í dag, það nýtt land. Hann vill hjálpa okkur að læra að hugsa hlutin upp á nýtt, læra að lifa sigrandi og góðu lífi og fara inn í það Kanasland sem hann hefur gefið okkur. Og vinir, þetta land það flýtur í mjólk og hunang. Það blessun í landinu. Vinir, það að taka móti Jesú Kristi byrjun afskaplega skemmtilegri leið sem við erum að fara. Og það svo miklu meira í boði. Og vinir, Drottinn þráir að sjá þig vegna vel. Og við tölum það síðast ég var að predika hvernig hann tekur þau að Rauðahafinu. Og vinir, það var ógn að baki og það var ógn fyrir framann. Og við stundum lendum við í þannig lífsreynslum þar sem við erum eins og við sem inni króið. Það ógn að baki og það ógn fyrir framann. Þá vil ég segja þér góða fréttir, við tilheyrum Guði sem opnar hafið. Við tilheyrum Guði sem gerir leið þar sem engin leið. Við tilheyrum Guði sem máttur að gera langt umfram það sem við skiljum og skynjum. Og vinir, við þurfum að læra að treysta Guði. Og það sem við lærum á þessari vegferð Ísraelsmanna úr Egyptalandi yfir í Kanasland hvað það mikilvægt fyrir okkur að læra að treysta Guði. Og vinir, það getur oft verið erfiðasta reynsla lífsins. Það að hætta að treysta okkar eigin hugsunum og okkar eigið verðmæta mati og fara að treysta Guði. En það nákvæmlega það sem hann vill kenna okkur. Hann þráir að þú reiðir þig á hann. Og vinir, þegar við förum að læra að reiða okkur á hann, þá fyrir hann að gera veg í gegnum eyðimörkina. Hann fyrir allt í einu að gefa okkur lind, hann gefur okkur að drekka, hann gefur okkur að borða. Hann elskar þig
Og hann vill að þér vegni vel. Má ég heyra amen. Og vinni þessi vegsemd, þessi vegferð mögnuð. Og vinni á hverjum einasta degi, þá erum við að læra eitthvað nýtt með Drottni. Og á morgun, vinir, þá getið þið farið í einhverja aðstæður þar sem að þú þarft að taka val. Hverjum hyggstu þjóna? Ætlar að brjálast í umferðinni, ætlar að segja Drottinn, gefðu mig styrk til þess að missa ekki stjórn á mér. Allt þetta skiptir máli, vinir. Allt þetta Guð að vinna innra með okkur. Og vinir, á hverjum degi að þá þurfum við að taka ákvörðun með Jesú. Og það gott að vita til þess bara á hverjum einasta morgni þegar við vöknum. Það að byrja á því að setjast niður og segja Drottinn, ég vel þig í dag. Ég kýs að gera þinn vilja. Ekki minn vilja, heldur þinn vilja. Og vinir, alveg frá því að við tökum á móti Jesú Kristi, þá val sem að þarf að eiga sér stað. Biblían talar að ég á að minnka, hann á að vaksa. Og hvernig get ég minnkað og hann vaxið? Með því ég tek ákvörðun að leyfa ekki mínu holdi að stjórna förinni. Vinir, þegar við leyfum visku Guðs, þegar við leyfum visku Drottins að taka stjórnina, þá mun þér vegna vel. Þannig á hverjum einasta degi þá þurfum við að vera meðvituð það. Við eigum að taka ákvarðanir sem eru guðlegar. Og ég vil bara segja ykkur, það margt að gerast í hennum karismatíska heimi sem mjög áhugavert núna og alls konar hlutir að koma upp á yfirborðið. Af hverju? Því að fólk hefur tekið rangt val. Og vinir, við oft teljum að náðin, hún straujar yfir allt. Þú þarft ekki að hafa neinar áhyggjur. Staðreyndin að náðin, hún gefur þig kraft til að lifa guðræknu lífi. Hún ekki afsökun að gera það sem okkur dettur í huga að gera. Hún gefur okkur kraft til að lifa lífinu eins og það á að vera. Og Guð elskar okkur og hann með okkur. Má ég heyra amen. Halleluja. Og þegar við skoðum þessa frásögn, þá sjáum við að þeir fara út úr Egyptalandi, fara í gegnum Rauðahafið, fara síðan inn í eyðimörkina. Og fyrsta stoppið þeirra var Sínæ. Þar var Guð að kenna þeim hver hann Og vinir, til þess að þú getur lifað eðlilegu og guðræknu lífi, þá þarft að vita hver hann Ég ætla að segja þetta aftur. Ef að þú ætlar að lifa lífi sem guðrækið og biblíulegt, þá þarft að vita hver hann Hvernig veistu hver hann Þú lest orðið. Og vinir, þið getið ekki, ég get ekki lifað guðræknu lífi nema að lesa orð Guðs. Það engin önnur leið. Og það ekki nóg eins og Gunnar minn kom inn á. Það ekki nóg að hlusta einu sinni í viku á predikun. Það gott, en það mun ekki halda lífi í ykkur. Hann gaf þeim manna sem mynd upp á orð Guðs og hann gaf þeim nýtt manna á hverjum einasta degi. Það tilvísun fyrir okkur að fá nýtt manna, að borða orðið á hverjum einasta degi. En þarna á Sínæi þá sýndi Guð með mætti og mikilli dýrð hver hann var. Þarna komu til dæmis reglurnar sem að þau fóru eftir. Guð var að opinbera hver hann Og vinir, þegar við höfum fengið opinberun á hver Guð þá það okkar að velja Guð í þeim kringumstæðum. Að vera ekki bara heyrandi af lögmáli Drottins, heldur gjörandi. Halló, ekki allir sammála? Vinir, það ekki nóg að heyra hver Guð Ef þú ætlar að fá ávinningin af því hver hann þá þarftu að ganga fram í þekkingunni. Þú þarft að gera orð Guðs. Og vinir, orðið lifandi, orðið Jesú. Má ég heyra með hann? Það orðið sem breytir okkur. Það orðið sem að gefa líf. Hann getur tekið hluti burt úr lífið þínu, það sker, en það líka græðir.
Og vinir, orð Guðs það sem að hreinsar okkur. Orðið það sem að gera það verkum að þú getur lifað upp, staðið uppréttur í þessu lífi og sigrað hverja einustu kringumstæður sem að koma í þinn veg. Má ég heyra amen? En vinir, það sem að margir ekki skilja, að þegar þeir komu inn í eyðimörkina, þá fékk Móse 12 menn til þess að fara inn í Kanans land, til þess að njósna landið. Og það voru valdir menn, förum bara í þann ritningarstað. Það í 4. Mósebók 13. kafla og í vers 1. Drottinn talaði til Móse og sagði: sendu menn til að kanna Kanans land sem ég í þann veginn að gefa Ísraelsmönnum. Þið skuli senda 1 manna frá hverjum ættbálki og skal hver þeirra vera höfðingi meðal Ísraelsmanna. Og þið sjáu það þarna, hann var búinn að gefa þeim land. Og vinir, hann líka búinn að gefa þér land. Landið sem hann hefur gefið þér í dag andlegt land. En þú þarft að taka það. Og vinir, það ekki nóg að heyra landið, það ekki nóg að syngja landið. Biblían kennir að þú átt að taka landið. Og hann sagði mér að hver einasta skref sem þið takið í nýju landi verður ykkar land. Þannig að vinir, með hverju einasta skrefi sem við tökum á hverjum einasta degi, þá getum við verið að færast nær landinu eða fjær landinu. Heyriði hvað ég segi? Halleluja! Og vinir, það okkar ábyrgð að taka landið. Og vinir, það okkar ábyrgð að leyfa Guði að komast að í okkar lífi. Því hann herramaður. Hann ryðst ekki inn í líf þitt. Þú þarft að bjóða hann velkomin. Og þú þarft að bjóða hann velkomin í hluti í þínu lífi sem kannski sársökafullt. Þú þarft að bjóða hann velkomin í hluti í lífinu sem hafa kannski verið erfiðir. Þú þarft að bjóða hann velkomin í hluti af lífinu sem hefur kannski með æsku þín að gera. Sársökafulla. Þú þarft að bjóða honum inn í alla afkimi þíns hjarta. Því að Guð vill lækna þig. Og hann vill gefa þér líf í gnægð, má ég heyra amen. Og viti menn, þeir senda þessa 12 menn inn í Kanans land. Og við lesum hér í 4. Mósebók 13. kafla, versi 26. Þeir héldu af stað og komu til Móse, Arons og allsafnar Ísraelsmanna í Kades, í Parneið, eyðimörk. Þeir sögðu þeim og öllum söfnuðunum ferðasöguna og sýndu þeim ávexti landsins. Sem sagt, allt sem að Guð hafði sagt þeim var rétt. Landið flaut í mjólk og hunang. Landið var fullt af ávöxtum sem að þeir hefði getað notið góðs af. Landið var nákvæmlega þar sem að Drottinn hafði sagt þeim að það yrði. Og vinir, sama landið sem að Guð vill gefa þér. Guð vill gefa þér land sem að flýtur í mjólk og hunang. Og vinir, hann vill hjálpa þér að lifa sigrandi lífi. Þannig að þú fari ekki bara í gegnum kringumstæðnar, heldur að þú fljúir yfir kringumstæðnar. Má ég heyra amen? Halleluja. Og vinir, þegar við erum með Guði, þá ekkert sem ómögulegt. Ég vil bara segja ykkur það. Það ekkert sem ómögulegt með Drottni. Hann svo frábær. En svo komu þeir sem voru ekki alveg sannfærðir, hérna í versi 28. En fólki sem byggir landið sterkbyggt. Og borgirnar vígirtar og mjög stórar. Þar sáum við einnig niðja Anaks. Þeir sáu sérst risa í landinu. Og það voru bara 2 úr 12 manna hópi sem sáu möguleika. Vinir, aðeins 2 af 12 sáu, það voru vandamál, en þeir sáu möguleika. Og vinir, í þessari frásögn kristallast eitt. Hverja þú setur í kringum þig skiptir gríðarlega miklu máli. Og ég ætla bara að segja ykkur eitt. Ótti smitandi. Ég ætla að segja þetta aftur, ótti smitandi. Verði í kringum fólk sem sér möguleikana.
Verði í kringum fólk sem vill allan vilja Guðs. Verði í kringum fólk sem að lætur sér ekki nægja að lifa í eyðimörk. Verði í kringum fólk sem að tala líf í ykkur. Verði í kringum fólk sem að sér möguleikana sem Guð hefur sett innan með þér. Verði í kringum fólk sem ekki að tala dauða. Verði í kringum fólk sem að tala líf. Vinir, verði í kringum fólk sem að hefur trú. Má ég heyra amen? Verði í kringum fólk sem hefur trú. Og hvað trú? Trúin fullvissa það sem menn vona. Sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Það skilgreining á trú. Trúin sannfæring þá hluti sem að þú getur ekki séð. Og vinir, Guð var búinn að gefa þeim landið. Hann var búinn að ákveða að þeir myndu vinna allt sem yrði sett fyrir framan þá. En út af ótta, vinir, ótti smitandi. Vandinn á Íslandi að fólk fullt af ótta. Fólk fullt af ótta, það má enginn vera öðruvísi. Vinir, þetta ótti. Og vinir, ótti ekki í elskunni. Og hvað meina ég með því? Ef þú raunverulega trúir að Jesú búi innra með þér, ef þú raunverulega trúir að sá sem reis upp frá dauðum býr innra með þér, þá stendur þú frammi fyrir kringumstæðum og þú sigra þær. Út af því að meiri sá sem í þér heldur en sá sem í heiminum. Má ég heyra með henn? Þannig að vinir, hvernig við mætum kringumstæðum skiptir máli. Við getum látið sem svo að þær kringumstæður sem að Guð setur okkur í strax á morgun muni sigra okkur. Það ekki leið Guðs. Hann hefur hverja kringumstæður klæðskera sniðnar fyrir þig til þess að lifa lífi í gnægð. Má ég heyra með henn? Halleluja. Til sé Guði. Og vinir, bara Kaleb og Jósúa sáu möguleikana. Hugsið ykkur. Og hérna í versi 30 þá stendur svo Kaleb þaggaði niður í fólkinu sem hafði snúist gegn Móse og sagði við getum áreiðanlega farið og tekið landið til eignar. Því að við getum unnið það. Og málið það, í okkar eigin kringumstæðum, í okkar eigin, þið vitið styrkleika. Ég sterk kona, en í mínum eigin styrkleika þá get ég bara afskaplega lítið. En í styrkleika Guðs, þá mér allir vegir færir. Og vinir, í styrkleika Guðs, þá þér allir vegir færir. Þú getur lifað uppréttu lífi, lífi í gnægð. Þú getur sagt nei við óvininn. Þú getur neitað að hlusta á úrtölu raddir. Ég veit ekki hversu margir hafa sagt, ég meina, Ísland, það verður aldrei unni fyrir Krist. Það svo opbóðslega, þið vitið, veraldlegt. Ég segi nei. Ég segi nei. Því að meiri sá sem í okkur heldur en sá sem í heiminum. Má ég heyra amen? Takk, Jesús. Þannig að Kaleb og Jósúa, þeir voru þeir einu sem að töluðu trú í fólkið. Allir hinir töluðu hræðslu. Og vinir, hversu mikilvægt það að umvefja okkur fólki sem hefur trú. Og þetta hefur verið ein erfiðasta leksía míns lífs út af því ég ótrúlega, svo ég sletti, naív. Ég hef sett fólki kringum mig sem hefur ekkert erindi að vera í kringum mig. Og Biblían kennur okkur að við að vera vinur allra til tjóns. Að vera vinur allra til tjóns. Leyfið mér að útskýra. Þegar þú ert nýorðin edrú, sniðugt að tala við alla vinina sem að voru í ruglunu með þér og vera bara stöðugt í kringum þá? Nei, það heimskulegt. Með sama hætti að þegar við byrjum að ganga göngu, þá þurfum að vanda hverju það sem í kringum okkur.
Og ég ætla bara að segja ykkur það, ég hef þurft að taka bara hluti og fólk út úr lífi mínu út af það á ekki að vera. Það að hefta mína göngu og ég ekki að segja það að ég hætti að eiga samskipti við það bara yfir höfuð. Ég að meina passaðu þinn innri hring. Passaðu þinn innri hring. Og þetta erfið leksja. Ég ger mig fulla grein fyrir því. En verði í kringum fólk sem hefur trú. Má ég heyra amen? Ótti smitandi, en það trúin líka. Verði í kringum fólk sem smita þig af trú. Sem sér von í öllum kringumstæðum. Því að það veit hver Guð Og í 4. Mósebók 14. kafla í versi 24. En Kaleb þjón minn sem hefur annan anda. Hlustið á þetta. En Kaleb þjón minn sem hefur annan anda og fylgir mér í einu og öllu, mun ég leiða inn í landi sem hann fór til. Niðjar hann skuli taka það til eignar. Og vinir, við búum við betri sáttmál í dag. Við eigum að fyllast af andanum. Og vinir, þegar við fyllumst af andanum, þá fáum við hugrekki. Þá fáum við gleði. Þá fáum við frið. Og vinir, það þýðir ekki að dýfa bara litlu tanni inn í Guðsríkið. Þú þarft að stinga þetta sunds. Þú þarft að taka þetta föstum tökum. Og ekki láta óvininn taka þig hingað og þangað. Vinir, þú þarft að fyllast af andanum. Og ég ætla bara að segja ykkur, það voru 2 menn af upphaflegu kynslóðinni sem komist inn í Kanasland. Það voru Kaleb og Jósúa. Því að þeir höfðu annan anda. Og ég ætla bara að segja ykkur það, ef að þú ætlar að komast inn í Kanasland, þá skaltu biðja Guð að fylla þig af andanum. Við þurfum að fyllast af heilugum anda. Hvað gerist ef við fyllumst af heilugum anda? Við fáum djörfung. Við þurfum að standa upprétt. Við vitum hver við erum og við vitum hver Guð Og við þurfum allt í einu að taka stjórn á kringumstæðum í Jesú nafni. Því hann meiri. Halleluja. Dýrsi þér Jesús. Má ég heyra amen. Takk Jesús. Þannig að báðir 2 höfðu annan anda. Og mig langar aðeins að minnast á eitt. Mjög áhugavert. Þar sem að þeir komið tilbaka og voru að segja frá landinu fallega sem að þeir höfðu séð. Og Kaleb og Jósúa töluðu líf, hinni töluðu dauða, hinni töluðu ótta. Og málið það óttinn breyttist út á meðal Ísraelsmanna. Og þeir ákvaðu að setjast að á þessum stað sem heitir Kadesh. Og vitið hvað það þýðir þetta Kadesh? Þetta mjög áhugavert. Já, segi þetta með mér. Kadesh. Það var ykkur að endurtaka hérna. Halleluja. Það þýðir helgidómur í eyðimörkinni. Við eigum það nefnilega til. Þegar Guð sendir okkur, við lesum Sálm 23. Drottinn minn hirðir mig mun ekkert bresta, á grænum grundum lætur hann mig hvíla. Hann leiðir mig af vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína. Jafnvel þótt ég fari í dimman dal, þá óttast ég ekki illt. Og eyðimerku gangan í rauninni mynd upp á dal í líf okkar. Eyðimerku gangan þannig að þetta á bara að vara í stutt og stund. Við eigum að læra af eyðimerkugöngunni. Við eigum að taka réttar ákvarðanir í eyðimörkinni, takk fyrir. Og þegar við gerum það, að þá vegnar okkur vel. En það sem við eigum stundum til að gera, að byggja okkur hús í eyðimörkinni. Að búa til altar í eyðimörkinni sem átti aldrei að eiga sér stað. Við förum allt í einu að tilbiðja eyðimörkina. Þetta þægilegt, ég frelsuð og ég ætla ekki að gera neitt frekar í mínu lífi. Ég ætla bara að lifa og ég ætla bara að lifa þetta af. Ég ætla bara að staldra hér við og hér ætla ég að búa. Það ekki vilji Guðs fyrir okkar líf.
Þér var aldrei ætlað að búa í eyðimörk. Þér var ætlað að sigra Kanaansland. Og vinir, hvað þýðir það þegar við þurfum að tjalda svona, þið vitið, tjalda á stað þar sem við eigum ekki að búa. Og fyrir mér þá í Kades, það er öryggið. Það er jafnvel prógram sem þú setur í kringum þig í stað þess að reiða þig á Drottinn. Og hversu oft er það ekki þannig að við búum til prógram í kringum okkur? Við búum til eitthvað sem getur hjálpa okkur að lifa af í þessu lífi. Við búum okkur til eitthvað sem við reiðum okkur á. Það getur verið ræktinn fyrir suma. Sumir jafnvel nota, þið vitið, eitthvað sem á ekki að nota, til dæmis eins og efni eða eitthvað slíkt. Vinir, þegar við förum að reiða okkur á eitthvað annað en Guð, þá komur skurðgoð í okkar líf. Ég ætla bara að bakka. Þegar við förum að reiða okkur á eitthvað annað en Drottinn, þá komur skurðgoð í okkar líf. Og Guð er afbrýðisama Guð. Hann ætlar ekki að deila sínu hásæti með nokkrum öðrum. Hann mun koma því til leiðar. Og vinir, ekki búa til altari þar sem að þú ert rétt að staldra við. Í Kades var í rauninni punktur fyrir þau að taka ákvörðun að fara alla leið með Guði. En í staðinn ákveðu þau að staldra við. Almenn, farði í fyrra Konungabrif 10. kafla núna. Mátt setja hann upp hérna sem glæru. Ég vil að þið lesið þetta með mér. Ég vil ekki systkina ykkur skuli vera ókunnugt það að forfeður okkar voru allir undir skýinu og gengu allir yfir hafið. Allir voru þeir skýrðir í skýinu og hafinu til fylgdar við Móse. Allir neyttu hina sömu andlegu fæðu. Takið eftir, þetta var andleg fæða. Og drukku hinn sama andlega drykk. Þeir drukku af hinnum andlega kletti sem fylgdi þeim og kletturinn var Kristur. Og vinir, Kristur fylgir okkur í dag. Samt voru fæstir þeirra þóknarlegi Guði enda fjallu þeir í eyðimörkinni. Þetta við gerst okkur til viðvörunar, til þess að við verum ekki sólgin í það sem illt er eins og þeir. Tilbyrðið ekki skurðgoð eins og nokkri þeirra. Ritað er. Lýðurinn settist niður til að eta og drekka og stóð upp til að skemmta sér. Drífum ekki hór eins og sumir þeirra og 23.000 fjallu á einum degi. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði og það er ritað til viðvörunar okkur sem endir aldan er komin yfir. Sá sem hyggst standa, hlustu á þetta, sá sem hyggst standa gæti því vel að sér að hann falli ekki. Þið hafið ekki reynt nema það sem menn geta þolað. Guð er trúr og lætur ekki reyna ykkur megn, heldur mun hann þegar hann reynir ykkur, einnig sjá að þið fáið staðist. Vinir, við þurfum að taka ákvörðun hér í dag. Við ætlum ekki að búa til líkneski í Kadesh í eyðimörkinni. Við ætlum ekki að þjóna öðrum guðum heldur en Drottni Jesú Kristi. Við ætlum að hafa hann í broddi og við ætlum að fylgja honum hver sem hann fer. Og vinir, það er komið á ögurstund í þessari kirkju. Við ætlum að fara burt úr Kadesh. Við ætlum að fara inn í landið helga sem hann hefur gefið okkur og við ætlum að gera þeim gleði. Því að meiri sá sem í okkur er heldur en sá sem er í heiminum. Má ég heyra amen? Ég held ég láti þetta bara gott heita akkurat núna, rísum á fætur.